Staddur hérna á Akureyri, hvað tollgæslumaður að gera á Akureyri? Ég hérna að heimsækja Norðurland eystra og hérna að heimsækja hérna fermingarbörn á Akureyri og Eyjafjarðarsvæðinu og reyndar að fara til Húsavíkur í dag að hitta séra Sighvat Karlsson og fermingarbörnin hans en verð hérna á þriðjudag og miðvikudag með fræðslufundi fyrir fermingarbörn. Í hverju felst þessi fræðslufundur? Ég með eiginlega fíkniefnafræðslu til barnanna þar sem ég ræði skaðsemi fíkniefna en ég með fíkniefnaleita hundinn Bassa með mér og þetta prógram sem ég býð börnunum það sniðið í kringum hundinn þannig að hann svona aðalatriðið og þessi aðkoma hefur gefist alveg einstaklega vel og við höfum verið með þetta starf í gangi núna í 3,5 ár. Hvað leggur upp með? Það eru margir sem ræða forvarnir, hvað virkar best, spjall eða hræðslu áróður og hvað finnst þér hafa virkað best í forvarnir? Ég þegar ég lagði af stað fyrir 3,5 ára síðan þá náttúrulega var ég með faktist allt aðra aðkomu heldur ég með í dag og það bara því ég náttúrulega reynslunni ríkari. Í dag ég með faktist örstuttan hnitmiða fræðslu til barnanna í svona 12 mínútur þar sem ég það sem aðalatriðið eftir þá fræðslu það sé í huga þeirra að þetta sé spurningur upp á líf og dauða að nota fíkniefni, að það geti kostað mann lífið. Þeir sem sé að selja fíkniefnum sé raunverulega sama hvort að við lifum með deyjum, það er bara að hugsa að græða peninga og að ekki síst það að árin sem framundan eru hjá þeim eru faktist þau mikilvægustu lífinu vegna þess að það þarf að taka svo stórar ákvarðanir. Það er námið og framtíðin, ástin, hjónabandið, börnin og allt þess sem framundan er og að ég segi það að þeir sem eru í unglingadrykkju, þeir sem sé neyslu fíkniefna, þeir taka ekki réttar ákvarðanir. Það er bara svo einfalt mál. En hundurinn, sæti hundurinn, hvernig spilar hann inn í málið? Ég hef hann með mér alla stundina, ég bara hef hann með hliðina og mig að tala. Síðan sýni ég hundinn, segi honum frá þjálfun hans, segi honum hvernig við vinnum á daglegum grunni við leita fíkniefnum á breiðum vettvangi. Síðan læt ég hann leika svona smá listir fyrir þau og ég með eitt svona áhættuatriði í endan þar sem ég fæ eitt sjálfboðaliða sem ég má ekki segja frá því þá kemur það mér ekki óvart. Og síðan einfaldlega bara sit ég fyrir svörum. Þá bara sest ég niður með krökkunum og leyfi þeim að spyrja mig og þar fer oft mjög áhugaverður tími í gang vegna þess að unglingar náttúrulega eru besta fólk í heimi og þau eru mjög þenkjandi og það er búið að skrökva mikið af þeim. Og ekki síst eins og við erum núna nýlega búin að sjá í fjölmiðlum að það er verið að punda á þau áróður að þessi fíkniefni sé í lagi og þessi í lagi og þessi fíkniefni það fram undir götunum og ég fæ þarna oft kærkomið tækifæri til að leiðrétta þennan misskilning og þessa lygi faktist. Hvaða spurningar koma þau helst með til þín? Eru nokkrar sem að standa upp úr? Það er náttúrulega alltaf nokkrar sem standa upp úr. Ég get ekki neitað því að svona 75% spurningunum snúast Bassa. Og annað væri óeðlilegt. Auðvitað spyrja þau mest hundinn og það er bara eðlilegur hlutur. En síðan náttúrulega spyrja þau mjög oft hvað sé hættuminnsta fíkniefni. Hvað er hættuminnsta fíkniefni? Ég segi þeim það sé ekkert hættuminna eða hættulaust fíkniefni til. Og þau spyrja gjarnan unglingadrykkju, hvort að hún geti verið skaðleg. Og ekki síst þá koma þau oft til mig líka og að hafa áhyggjur af vinum sínum, jafnvel krökkum sem eru kannski aðeins eldri í vinahópnum sem eru kannski að fikta við drykkju eða fíkniefnaneyslu og eru að spyrja mig, hvað get ég gert til að hjálpa vinum mínum? Þannig að spurningarnir eru enga síður á mjög breiðum grundvelli og þau komu mér faktist alltaf jafn mikið óvart hvað þau eru þenkjandi, raunverulega. Ertu með einhverja fræðslu fyrir foreldra? Já, ég get sagt þér svona hvernig planið verður. Ég verð 3:30 með honum Þorsteini Péturssyni, forvarnarfulltrúa lögreglunnar í Akureyrarkirkju, í safnaðarheimilinu með fermingarbörn frá Akureyri og af Eyjafjarðarsvæðinu. Svo verð ég 4:00 í Glerárkirkju á miðvikudaginn með fermingarbörnum úr Glerárkirkju og svæðinu þar í kring. Og síðan kvöldi 8:00 þá verður foreldrafundur. Þá verður boðið upp á fund með foreldrum og öðru áhuga fólki forvarnarstarf og fíkniefnafræðslu. Því ég boðið þarna í Glerárkirkju 8:00 á miðvikudaginn. Er einhver munur á fræðslu til foreldra og áhuga fólks forvarnir en börnum? Já, það sem ég legg alltaf, ég hef haft þetta mjög einfalt, það sem ég legg upp með til foreldrana fræðsla mín til barnanna. Og ég geri þetta
til þess að þegar þau koma heim þá sé búið að skapa breiðari samræðugrundvöll við börnin. Þá vita þau hvað ég er búin að tala við börnin og það fram eftir götunum. En enga síður þá og sjálfsögðu tekið Bassa með, hann er alltaf aðalatriði og ég sýni foreldrunum Bassa og hvað ég er að gera með hann og síðan náttúrulega sit ég fyrir svörum. Og í þessu tilfelli núna þá skipulögðu Þorsteinn Pétursson, lögreglumaður hér á Akureyri og Bryndís Arnarsdóttir, forvarnarfulltrúi Akureyrarbæjar, þau skipulögðu heimsóknarnar hingað og ég vænti þess að þau verði með mér þarna á fundinum og sitji með mér fyrir svörum þarna á eftir því að auðvitað eru foreldrar með fullt af spurningum sem þau vilja spyrja okkur að. Eitt í lokin, fyrst að þú komst inn á það svið, kannabis, það er búið að ræða mikið kannabis upp á síðkastið og verið að bera saman kannabis og áfengi og hvort, jafnvel það sé jafn skaðlegt, kannabis og áfengi. Þitt mat, er þetta rétt? Sko, til að segja örstuð frá, við vorum að tala saman við Þorsteinn Pétursson í morgun og Þorsteinn sagði mjög merkilegan hlut, hann sagði að ef að væri verið að finna áfengi upp í dag, með öllum þeim upplýsingum sem liggja fyrir í dag, þá er áfengi bannað. Það er svo einfalt mál, af því við vitum hvað það getur verið skaðlegt eins og það getur líka verið skemmtilegt. En hann Guðbjörn Björnsson sem var læknir á sjúkrahúsinu Vogi í 12 ár, góður vinur minn, hann sagði mér það að þeir sem eru í neyslu kannabisefna í lengri eða skemmri tíma, einhverja kannski segjum þó nokkuð mikilli neyslu, þeir það verða persónuleikabreytingar, fólkið missir áhuga á lífinu og tilverunni í stórum hluta. Þeir sem eru í námi einfallega missa næmnina á bókvitið, á námshæfileikann og það fram eftir götunum. En er einhver grundvallar munur á því að vera í ofneyslu kannabis og ofneyslu áfengis? Það held ég ekki. Ég held að ofneysla þessum efnum er alltaf skaðleg. En ég líka þess að ég segi við börnin að það veit enginn, ég getur orðað þetta svona, þetta er áleika gáfulegt eins og setjast upp í bíl og drukknum ökumanni. Maður veit aldrei hvað ökuferðin endar. Einn ánetjast strax, annar ánetjast eftir 5 skipti. Það veit enginn hver bólan er. Og líka þetta sem ég segi foreldrum gjarnan að ef að það er undirliggjandi geðveila hjá einstaklingi, þá er mjög mikla líkur og hún brjótist upp við neyslu fíkniefna. Þetta er sem sagt ekki lottó sem að flestir ættu að taka þetta? Nei, alls ekki og ég mæli sterklega á móti því.